Óli, hvernig lífið í Noregi að fara með þig? Bara hrikalega vel. Byrjum á því að tapa nokkur leikjum og svo erum við bara búin að vinna okkur inn í þetta og bara gengur vel hjá okkur núna. Og þú í stóru hlutverki og lítur að vera sáttur með það? Já, bara mjög sáttur og finnst ég vera búin að spila vel og liðinu búið að ganga vel upp á síðustu, þannig að ég er bara mjög sáttur. Komið þetta inn í þetta tímabil sem nýlega mikil svona, veist kannski eins og þú segir eftir erfiða byrjun svona jákvæðin núna? Já, bara tók nokkra leiki fyrir okkur að bara svona koma okkur inn í þetta, fáir að spila í úrvalsdeildinni og svo núna upp á síðustu er bara búið að ganga virkilega vel og menn eru svona að venjast aðstæðum og já, gengur vel bara. Mikill munur á B-deild? Þannig núna? Já, það er alveg munur sko. Miklu svona bara taktískari leikur og bara miklu betri fótbolti. Kom að þér eitthvað svona einhverju leyti á óvart að vera í svona stóru hlutverki eftir að það fór upp? Nei, alls ekki sko. Eftir síðast tímabili var ég alltaf með í hugunum að það væri mjög bara stutt í það að ég gæti fara að spila stórt hlutverk í þessu liði og bara þannig að kom mér lítið á óvart að ég fengi þetta ekki verið. Þetta er svona 1,5 ár sem hún fórst út, bara hvernig ánægði með þetta skref? Já, bara virkilega, sko, virkilega skemmtilegt, bara prófa sér á nýjum stað og prófa að spila í sterkari deild og þetta er bara búið að vera mjög gott. Hvernig bara klúbbur er Álasund? Álasund er bara, það er klúbbur sem á mikið inni. Það er þokkalega stór klúbbur á norska mælikvarða og hafa kannski ekki einhvern veginn ná sínu potentiali. Það er svona markmiði núna, er svona að koma þeim á þann stað sem þeir ættu í rauninni að vera. Þannig að, já. Hvernig, ekki sem fínt að hafa Davíð þarna með sér úti? Jú, það er mjög fínt. Við náum vel saman og erum góði vinnir og já, ég held að við hefum báðið bara gott að ég hafa góðan annan sko. Hvernig bær er þetta? Þetta er bara svona túristabær á sumrin, mikið af ferðamönnum. Það er ekki stór bær, ég held að búa ykkur 40-50 manns þarna en bara mjög fínt. Hvernig er það að þú ert úti? Ertu mikið að fylgjast með íslenska boltanum? Já, ég horfi á flesta leiki og er að fylgjast vel með og hef gaman að sko. Hvernig erfið byrjun hjá þínum gamlu félögum í FH? Já, en maður hefur alveg trú að þeir finni sig og þurfa bara að ná sem fyrsta sigri og þá einhvern veginn vonandi geta þær rúlla áfram. Þú er einhver stórkostlegar á að gera þessu? Nei, ég ætla ekki að segja eitthvað. Nei, bara ég hef trú að þeir geti snúið þessu við. Takk hérlega.